Ágætu hlustendur Lindarinnar, við erum hér að spjalla við fulltrúa frá hinum ýmsu stjórnmálaflokkum sem í framboði til alþingiskosninganna 29. október og ég búinn að fá góðan gest í hljóðver Lindarinnar til að spjalla við mig. Það fulltrúi Flokks fólksins, það hann Halldór Gunnarsson sem skipar fyrsta sætið í Suðurkjördæmi fyrir sinn flokk. Komdu sæll og blessaður, Halldór. Já, komdu blessaður. Og velkomin til okkar hingað í Krókhálsinn. Já, þakka þér fyrir. Það gleður mér mikið að koma hingað í fyrsta skipti í þessa hljóðupptöku og kynnast ykkar húsakynnum og sjá hvað þið hafið notið ríkulegar blessunar að geta starfrækt þessa útvarpsstöð í öll þessi ár. Ég hefði aldrei búist við að koma í svona tæknilega útbúna aðstöð eins og þið eru með hér og mér finnst það með ólíkindum þegar ég keyri Suðurland að þá get ég hlustað á Lindina en Ríkisútvarpið nær varla tilmarsmaður alltaf að hlaupa þar á milli. Já. Þannig að þið standið ykkur betur en sjálft Ríkisútvarpið í dreifingu efnis. Já. Gagnvart því að það heyrist. Já, það er gott að heyra þetta, gaman að heyra þetta. Því að það hefur verið svo lögð mikil áhersla á það á síðustu árum og áratugum að lindin berist til allra á Íslandi og við erum með 15 senda hringinn í kringum landið og við erum að ná til 85% þjóðarinnar. Svo til viðbót af því eru allir með aðgang að okkur á netinu því að það hægt að hlusta okkur í gegnum netið. En einhvað síður, velkomin hingað í okkar húsakynni og gaman að geta tekið á móti þér, Halldór. Þú ert prestur, fyrirverandi prestur að Holti undir Eyjafjöllum, búin að vera það í 44 ár. Já, já. Þannig að þú... Og notið þess að fá að vera sóknarprestur og bóndi eftir þessu gamla skipulagi. Þegar ég kom á sínu tíma að Holti, þá tekið við heilri jörð og að auki kúgildum eins og var bara aldamóti 1900. Já, frábært. Heyrðu, þú ert hingað komið sem fulltrúi Flokks fólksins og það ábyggilega nú að gera hjá okkur þessa dagana. Já, þetta barátta vegna þess að við erum að fara fram af hugsjón og berjast í þágu þeirra sem lægst eru settir og eldri borgara og öryrkja og ég má til með að segja það hér úr því ég á þessari stöð að tilviljun var ég á leiðinni til Reykjavíkur og heyri í Ingu Sæland tala í útvarpi Sögu að hún væri staðráðin í að stofna stjórnmálaflokk og hún talaði af slíkri andagift og krafti að það var eitthvað sem helltist yfir mig að þessari konu vildi ég hjálpa og ég hringdi í hana og bað hana að tala við mig og þegar við höfum talað saman þá hlýddi ég þessu kalli sem ég bara fann eins og ég hef oft fundið í lífi minn sem prestur að ég var staðráðin í að gera mitt besta til þess að hjálpa henni og vonast til þess að hún myndi ná fram til þess að flytja þessa rödd af hugsjón og baráttu fyrir þá sem lægst eru settir því að þessi misskipting í þjóðfélaginu þar sem 10-15% þjóðarinnar á 95%. Þessi mikla þessi mikla mismunun hún kallar á það að embættismenn og sérfræðingar get ekki sett fram alltaf einhver meðaltöl. Eldri borgarar og öryrkjar sem sagt í dag að hafi verið hjálpað svo mikið að þegar það skoðað þá hjálpin nær engin. 20-30.000 á að koma núna til eldri borgara og næstum ekki til öryrkja og þá 10-15.000 eftir 2 ár. En þessi staða kallar á það að þetta fólk í fátæktargildru áfram og það alvarlega sem var gert af stjórnarflokkunum að afnema frítekjumarkið sem ætti að vera eins og í Noregi og Finnlandi ekkert frítekjumark. Það að segja að fólki ef það treystir sér til að vinna eldri borgarar og öryrkjar að þeir mættu vinna.
þeir skerða úr 109.000 í 25.000, þannig að ef fólk vinnur fyrir sér til þess að reyna að bjarga sér og vinna fyrir meir en 25.000 á mánuði eða afla sér tekna með því að skrifa bók eða gera eitthvað, þá þurfa þeir að borga 80 til 85% í skatt og svo verið að bjóða fólki í vinnu á þessum forsendum. Já, það ekki annað. Það verður einhver að koma og tala þessi mál þannig að það skiljist. Já, og þú ert komin í flokk fólksins og nú eru hlustendur Lindarinnar án ef að forvitnir að vita hvaða atriði eru formlega á stefnuskrá ykkar varðandi þjóðkirkjuna og frjálsu trúfélögin? Já, grundvöllurinn að í stefnuskránu gullna reglan. Það sem þú vilt aðrir menn gjöri þér, það skalt þú og þeim gjöra. Og ef við höfum þennan grundvöll, þá alveg ljóst hver stefn okkar og gagnvart öðrum trúfélögum þá erum við með lög sem við teljum vera eðlileg og rétt. Við styðjum þjóðkirkjuna og þessi spurning sem aftur og aftur sett fram af ungu fólkis, hvort að það vilji heimila aðskilnað ríkis og kirkju, þjóðkirkju, þá bara virðist fólk ekki vita það að þessi aðskilnaður orðinn og hann orðinn meiri en í öðrum löndum og til dæmis í Svíþjóð vegna þess að fjárhagslegt sjálfstæði þjóðkirkjunar skýrt. Það eins og maður segir, kirkjan hefur prórata rétt, ræður yfir sinni stöðu og starfsmenn kirkjunar og prestar eru starfsmenn þjóðkirkjunar með heimild í lögum það að kjararáð ákveður laun þeirra. Þetta ákvörðun sem byggist á því að jarðirnar voru afhentar á móti skuldbindingum greiðslu ákveðina launa og síðan í kristnisjóð og kirkjumálasjóð sem líka tengist því og það má ekki gleymast að ef það fækkar í þjóðkirkjunni þá minnkar þessi stuðningur og það sem skortir á að auðvitað finnst manni að kristnir söfnuðir eigi að njóta þessa nákvæmlega með sama hætti og þegar maður lítur til borgarinnar hér að þá finnst manni afskaplega nöturlegt að kristinn söfnuður eins og hjálpræðisherinn skuli ekki fá að njóta sömu stöðu og kristinn þjóðkirkja hefur gert á grundvelli þess að allt land sem á höfuðborgarsvæðinu meir og minna og út allt land var áður eign kirkjunar og þess vegna var þessi sáttmáli það að sveitarfélög ættu að láta þjóðkirkjuna hafa land undir kirkju. Ég býst við og hefði verið að spurja mig þetta þannig ég tók bara þetta allt saman. Já, þetta enda þú að hluta til búin að svara hérna spurningu nummer 2. Það afstaða flokks fólksins til tengsla ríkis og kirkju. Þannig ertu komin inn á það að hluta til að tengslin eru þetta í gegnum þennan stóra samning sem var gerður 97. Já, við erum bara afskaplega sátt við þennan samning. Já, og viljið halda þannig stöðinni óbreyttri. Já, staðan með þeim hætti að það ekki tækt að taka hann upp en ég var að benda á að ef fækkar í þjóðkirkjunni þá minnkar þessi stuðningur. Þannig að fólk má gjarnan horfast í augu við það líka. Teljið þið ástæðu til að fjalla trú eða trúmál í stjórnarskránni fari svo að henni verði breytt og ef svo að hvaða leyti? Já, við munum það að þegar þessi mikla spurning var sett fram að breyta stjórnarskránni þá var það eitt af fáu sem að þjóðin ákvað öðruvísi en var lagt upp með að þjóðin vildi halda áfram stöðu þjóðkirkjunar og við erum svo sannarlega sammála því. Gott mál. Sumir telja gildismat kristinna trúar vera hornsteinin í íslensku þjóðfélagi. Aðrir telja kristna trú úrelta og óviðeigandi. Hver afstaða flokks fólksins til þessa?
Já, þetta nú náttúrulega afskaplega stór spurning og höfða náttúrulega til hvers og eins og ekki hægt að spurja hver sé afstaða flokks gagnvart því en þegar maður svarar svona spurningu þá vil ég segja frá því að eitt af því sem mig hefur undrað við að heimsækja skóla og fá spurningar frá ungu fólki hvað þurfa að gera að það var til dæmis á Laugavatni fyrsta spurningin að fá frá sálfræðihjálp í skólana og þegar maður heyrir sömu spurningar frá öðrum skólum og og hérna í Reykjavík líka sem aðrir frambjóðendur hafa sagt mér þá horfist ég í augu við þessa miklu afkristnun sem orðin í þjóðfélaginu og kallar á það að ef unglingur hefur ekki átt móður eða afa, föður eða af eða ömmu sem hefur kennt bænir og signingu og fest í vitund barnsins hvers virði það að eiga trúna á drottinn Guð að þegar maður á það ekki og mætir unglingsárunum og öllum þeim erfiðleikum sem að koma upp í sambandi við einelti, sambandi við fyrstu ástina og kynlífið og allt þetta og að geta ekki leitað hjálpar til drottins Guðs og beðið bæn að fá bænherslu og blessun þegar þetta vantar þá herópum hjálp frá sálfræðingum að við skulum vera með höfuðborg landsins sem leyfir öllum mögulegu fólki að koma í skólan og kynna stefnur en þjóðkirkjan má ekki koma þangað eða gídeónsmenn að gefa biblíu eða trúað fólk þetta alveg hreint með ósköpum þetta mín skoðun og ég get ekki talað að svara þessari spurningu því að þú hlýtur að skilja að þessi spurning sem þú barst upp hún getur ekki verið öðruvísi en persónuleg. Nei, ég veit að þú persónulega svara þessu fyrir þitt leyti að þú gerir þig grein fyrir því að kristin trú hornsteinninn í okkar samfélagi og hefur gert bara gott í gegnum árin. Já, þú heyrðir mitt svar. En ég sagði líka, þetta persónuleg spurning og það ekki hægt að sitja þessa spurningu fyrir stjórnmálaflokk með einstaklingar sem eru náttúrulega mismunandi. En spurningin eðlileg og réttmætt og ég svara henni heiðarlega út frá mér. Hversu mikið telið þið að stjórnmálin ættu að fjalla trúmál almennt? Já, ríkið byggir á því að það samningur milli ríkis og kirkju sem að hefur verið mótaður alveg frá öndverðu. Og við megum ekki gleyma bara sögunni tilbaka hvers virði það var að 10. löggjöf Gissurar var sett fram með 1/4 til fátækra og hvernig í rauninni með hjálp kirkjunar var staðinn vörður í rauninni að það væri komið til móts við þá sem væru undir í þjóðfélaginu. Þetta hefur gleymst í okkar þjóðfélagi í dag. Og þegar það verða skil á milli ríkis og kirkju og þjóðkirkjan hættir að kalla forystumenn ríkisstjórnar til ábyrgðar að þeir séu kristnir, að ég tali nú ekki þegar stjórnmálamenn ögra kirkjunni með því að vilja ekki sitja í kirkju við þingsetningu. Mér blöskrar sú staða en það kannski afskaplega eðlilegt að það séu sjóræningjar eða píratar sem eru á skipi sem einhver staðar í þoku og maður veit ekki hvaðan kemur. En ef þessi staða heldur áfram þá mikil vá fyrir höndum. Teljið þið að kristnar kirkjur, líknarfélög eða hjálparsamtök hafi haft áhrif á Íslands samfélag og ef svo að hvaða leyti? Já, þetta nú svo augljós spurning að hérna Það auðvelt fyrir þig að svara. Já, mér finnst að blasa við að hugsaður allt hjálparstarfi sem á sér stað í Reykjavík og hugsaður allt þetta fólk sem leitar til hjálpar þegar það á ekki neitt til þess að ljúka mánuðinum
og hugsaður allt sjálfboðastarfi sem á sér stað hjá fjölskylduþjónustu kirkjunar, hjálparstarfi kirkjunar og svo víða og hvaða eru þó margir sem að hjálpa líka hjálparstofnunum til þess að geta hjálpað og í mínum huga þá er þetta kirkjan að starfi, hvort sem að fólkið samþykir það eða ekki, það finnur að það stórkostlegast í lífinu er að þegar maður hjálpar þá er gleðin mest. Já, og það er mér hreinustu ólíkjum hvað margir hafa horn í síðu slíkara líknarfélaga og samtaka, það er stundum talað niður til þeirra og talað vantraust inn í starf þessara frábæru félaga, þannig að það er miður. En ég held að við sem alveg saman það Halldór að það hefur verið lyft grettistæki í gegnum áratugin og árhundruðin af svona hjálparstarfi, það sem að kærleikurinn hefur verið í fararbroddi. Já, horfumst í augu við hvað hrunið gerði svo afskaplega mörgum, yfir 10.000 heimili lögð niður og fólkið rekið burt af heimilum sínum. Hvernig hvað átti það að gera og fjöldi öryrkja og þessi mikla aukning? Menn eru bara einhvað skrýtni sem er að leita svörum við því hvers vegna það hafi orðið. Þjóðin hrundi og það er engin nærfjölskylda, venjuleg fjölskylda á Íslandi sem er ekki með einstaklinga nærri sem urðu gjaldþrot eða mistu allt sitt og svo erum við að horfa á það sem sagt er jafnvel í dag, hvernig menn fengu að fara burt með sína peninga og fengu jafnvel mánudaginn sem verið er að tala í dag þegar bankunum var ekki lokað og hreinsuðu út allt sem hafðu vitneskju hvað var að gerast. Það er vonað að það blossu upp reiði eða gamla fólkið sem fekk hringingar frá bönkum að nú skildu þeir fá meiri ávöxtun á sitt barifé eða myndi kaupa hlutabréf eða gera eitthvað annað. Þetta fólk það tapaði kannski öllu sínu og er núna að fá skammtaðan stöðu einhverju 220-30.000 og lífirvarla. Getur við ekki skilið reiðina og gremjuna sem blossar upp? Við verðum að tala þetta og í dag eftir hrun þá heyrum við lokað herbergi á Alþingi sem enginn má fara inn í. Og það er verið að reyna að loka þessu upplýsingum í 110 ár. Hvernig getum við horfst í augu við það sem gerðist nema að fá það upp á borðið, fá að vita hvernig þetta var og horfast síðan í augu við erfiðleikan og vera þá tilbúin að hjálpa hvert öðru og vera þá tilbúin að skilja gullnu regluna. Allt sem þú vilt að aðrir menn gjöri þér, það skalt þú og þeim gjöra. Amen. Halldór, þakkaði kærlega fyrir komuna og þakkaði fyrir kröftug og kjarngóð og uppörvandi svör og ég bara vona að ykkur gangi vel með að koma þessum málum á framfæri, gangi þér vel innan flokks fólksins að koma þínu sjónarmiðum og tala kirkjuna og kirkjustarf upp. Við viljum auðvitað veg kirkjuna sem mestan og veg kristinnar trúar að rödd biblíunar, að rödd Guðs fá að heyra sem víðast og Guð talar í gegnum einstaklinga eins og þig og mig. Við erum mikilvægir. Þannig starfar Guð. Gangiði vel, takk fyrir komuna, megi Guð blessa þig og efla þig og allan hátt og Guð gefi þér visku til þess að mæla rétt, starfa rétt og taka réttar ákvarðanir. Gangiði vel, takk fyrir komuna. Takk að þið fyrir.